Komið sælir áhorfendur góðir og verið velkomnir í frétta- og umræðuþáttinn 21 á mánudagskvöldi. Akkurat það og einstaklingar sem að leigja í félagslegu húsnæði segja sumt að því mjög heilsuspillandi og vanræksla í gangi af hálfu yfirvalda og það var félag leigjenda í félagsbústöðum sem var stofnað núna helgina. Við ætlum að fá tvær stjórnarkonur en á næstunni þá ætlar þetta fólk að segja sögur sínar. Ekki undir nafni en taka þetta svona á MeToo aðferðafræði. Já. Við ætlum að fjalla líka drykkjuskap miðaldra Íslendinga. Rauðvínið getur verið lævist á 50, 60 og 70 aldrinum eins og þeir hjá SÁÁ þekkja. Já, það yfir sálfræðingur hjá SÁÁ sem kemur til Margrétar Marteinsdóttur og síðan það sömuleiðis fólkið í Eflingu. Þetta verkefni þar sem að fólkið segir frá kjörum sínum. Við fáum til okkar konu sem að vann í 2 ári 200% vinnu og það gekk bara ekki upp. Meir það og eftir og kraftliftingakonur í Hveragerði. Snædís á ferðinni.